Velkomin hingað á þessa vefstofu sem við boðum hér til þess að kynna ykkur tækifæri í nýrri Erasmus Plus og European Solidarity Corps áætlunum sem munu vera í gildi til ársins 2027 fyrir mennta- og æskulýðsmál, sjálfboðastörf og íþróttir. Á þessu nýja tímabili byggt á frábærum árangri fyrra tímabils sem býður upp á tvöfalt meira fjármagn, alls 27 milljarða evra, fjölbreyttari tækifæri, sterkari áherslu á inngildingu og fjölbreytileika, grænt alþjóðastarf og stafræna starfshætti og færni. Íslenska landsskrifstofan hefur til ráðstöfunar árið 2021 5 milljónir evra fyrir verkefni í námi og þjálfun, 5,5 milljón fyrir samstarfsverkefni og 0,5 milljón fyrir sjálfboðaliða störf. Í æskulýðsstarfinu þá skiptist fjármagnið svona í Erasmus Plus að þá eru fyrir ungmennaskipti og þjálfun starfsmanna 792.000 evrur sem að gera 120 milljónir íslenskra króna. Fyrir þátttöku ungs fólks það 171.000 evrur sem að gera 26 milljónir. Sjálfboðaliða verkefninu 465.000 eða 70,8 milljónir og samfélagsverkefni 76.500 eða 11,6 milljónir. Erasmus Plus áætlun leggur áherslu á inngildingu og eitt af markmiðum hennar öllum séu tryggðir jafnir möguleikar á þátttöku. Hægt að sækja aukalega styrki til að tryggja aðgengi allra að áætlunum og sumir þurfa til dæmis á fylgdarmannesku að halda í ferðalögum eða þroskaþjálfa, sálfræðingum eða túlkum og einnig hægt að sækja auka kostnað vegna ferðalaga til að komast á alþjóðaflugvöll og ástæður sem geta réttlætt aukinn stuðning eru eftirfarandi og eru nefndar í handbók Erasmus Plus en það eru alls ekki tæmandi. En þar eru til dæmis einhvers konar skerðingar af einhverju tagi, eins og til dæmis líkamleg fötlun, þroskafrávik eða alvarleg veikindi og svo þetta hindranir tengda menntakerfinu, eins og til dæmis brottfall úr námi eða lítil virkni einstaklings og svo þetta menningarmunur, þá á það við til dæmis innflytjendur, flóttafólk og þau sem nota táknmál. Nú félagslegar hindranir geta verið félagsfærni, félagsfælni, ungir einstæðir foreldrar og einhvers konar áhættuhegðun og efnahagslegar hindranir geta verið atvinnuleysi eða þeir sem reiða sig á stuðningi frá félagslega kerfinu eða fátækt og mismunun, til dæmis vegna kyns, aldurs, þjóðernis, trúar, kynhneigðar eða fötlunar og svo það landfræðilegar hindranir fyrir þá sem búa í dreifbýli. Og við ætlum að svissa yfir á næstu glæru sem mynd á verkefni sem við höfum tekið þátt í með öðrum löndum í Evrópu og þetta er sýn okkar á því að bæta að vinna að inngildingu og fjölbreytileika í ungmennastarfi og þetta hefur mikil áhrif á ungmennastarf og ungt fólk og áhrif á samfélagið. Þannig við ætlum að fara að kynna þessa mynd bara fyrir ykkur og fara í gegnum þessa vegferð með ykkur. Ef við byrjum að neðst niðri vinstra megin, þá geta samtök sótt aukið fjármagn eins og ég ræddi hér fyrir áðan og við sjáum að ef þið farið út í það að sækja meira fjármagn fyrir ykkur til þess að fá fleira fólk til þess að taka þátt í verkefnum ykkar, þá erum við að sjá meira frumkvæði frá unga fólkinu og auki sjálfstraust og að unga fólki fái að blómstra á sínum forsendum. Og það gaman að gera þetta saman, unga fólkinu finnst gaman að hitta annað fólk frá Evrópu og öfugt og eins þetta hollt fyrir samtök að taka þátt í svona verkefnum með öðrum löndum. Nú með aukinni samvinnu þá verður til aukin vitund inngildingu og fjölbreytileika í samfélaginu. Og fyrir vikið verðum við öll öflugri og virkari þegar við erum að vinna vinnuna okkar og unga fólki verður miklu sterkara þegar búið að taka þátt í svona verkefnum.
Það verður aukin vitund tækifærin og aukin vitund tækifærin í Erasmus Plus og European Solidarity Corps. Og við endum þessa vegferð á að aukið rými verði fyrir raddir ungs fólks. Já, og það sem nýtt í þessari nýju áætlun hjá okkur núna til 27 Erasmus Plus aðild sem þá fyrir, það einfalda umsóknarkerfi fyrir reynd samtök og það sem að samtökin geta sótt í aðildarumsóknin sinni næri yfir ungmennaskipti, nám og þjálfun starfsfólks og þátttöku ungs fólks. Það sem að samtök eða stofnanir þurfa að gera í þessari aðildarumsókn að þau þurfa að hafa langtíma markmið og áætlun til 3 til 7 ára hverju það skili í starfið hjá þessum samtökum eða stofnunum. Og það sem að stóra breytingin sú að það bara sótt fjármagn í staðinn fyrir þess að sækja eins og gert á hefðbundinn hátt. Lengd verkefnanna í aðildinni 15 mánuðir og markmið og framkvæmd verkefnanna metin eftir á sem að hefur svo áhrif á næstu úthlutun. Og það náttúrulega að ræða ungmennaskipti sem að Youth Exchanges á ensku. Í þessu geta ungmenni og samtök sótt og þetta verkefni þar sem að 2 eða fleiri lönd sem að vinna saman. Verkefnin eiga að vera þannig uppbyggð að það 16 eða fleiri ungmenni sem taka þátt í verkefninu og þá svona cirka hlutfallslega skipta á milli þátttökulanda svona jafnt þannig að allir komi með sína fulltrúa. Það hægt að vera með færri í ungmennaskiptum ef að inngildingarverkefni að ræða. Þá hægt að búa til verkefni með 10 ungmennum eða fleiri. Þessi verkefni fyrir 13 til 30 ára og verkefni standa yfir í 5 til 21 dag fyrir utan ferðadagana. Og það sem styrkt í þessum verkefnum ferðakostnaður, gisting og matur og nýjungin í nýju áætluninni frá 21 til 27 núna 100 € á hvern þáttakanda sem svona verkefnastjórastuðningur. Markmið ungmennaskiptana sem þetta óformlegt nám að unga fólki kynnist lífi hvors annars og kynnist ólíkri menningu, læri nýja færni og auki víðsýni og skilninga á aðstæðum hvors annars. Og þetta geta verið vinnustofur, umræður, hlutverkaleikir, námskeið, fundir og ráðstefnur og fleiri tegundir verkefna. Nám og þjálfun starfsfólks, það sem kallað Youth Workers Mobility á ensku, fyrir alla sem virkir í æskulýðsstarfi, hvort sem það launaðir starfsmenn eða sjálfboðaliðar í æskulýðsstarfi. En markmiðið með þessum verkefnum að unga fólki njóti góðs af þátttöku starfsfólksins. Hugsunin hérna á bakvið að efla fagþróun starfsfólks og samtaka, auka færni, læra nýja starfshætti og auka gæði æskulýðsstarfs almennt. Það sem styrkt í þessum verkefnum ferðakostnaður, gisting og matur og þetta verkefni sem standa yfir í 2 til 60 daga í senn. Það geta verið alltaf 50 þáttakendur. Það ágætt að hafa í huga að það þarf að gera ráð fyrir aðilum frá samtökunum sem taka á móti ef það til dæmis starfsfólk að fara frá Íslandi. Og það sem kannski nýtt í þessari áætlun að þetta kallað starfsþróunarverkefni sem Professional Development Activities og þetta geta verið vettvangsheimsóknir, starfsspeglun eða job shadowing. Það getur verið starfsmannaskipti, tengslamyndun, námskeið, fundir, ráðstefnur og fleira. Og það sérstakt svona hliðarverkefni sem hægt að sækja inn í þessum umsóknum og það svona að þróa einhvers konar kerfi eða að ná til ungs fólks út frá því sem verið að vinna að í
verkefninu. Og það einnig styrktar undirbúningsheimsóknir í þessum verkefnum, en það vert að minnast á það að það aðeins gert ráð fyrir því að taki einn þátt í undirbúningsheimsókn frá hverjum samtökum. Já, þá það þátttaka ungs fólks eða á ensku Youth Participation Activities. Markmiðin með þeim verkefnum að virkja ungt fólk til þáttöku og þar alltaf áhersla á inngildingu. Markmið númer 2 að auka vitund sameiginleg gildi eða réttindi og þá hægt að líta til Youth Goals sem ungmenni í Evrópu settu niður og hægt að sækja þau á heimasíðun okkar. Markmið 3 að þróa stafræna hæfni eða fjölmiðlalæsi og þar mikil áhersla á gagnrýna hugsun hjá ungu fólki og svo það hvetja ungt fólk til að hafa áhrif á ákvarðanatöku. Það sem hægt að gera í svona verkefnum getur verið alls konar og til dæmis þarna listi vinnustofur, umræður, hlutverkaleikir, eftirlíkingar, til dæmis á því hvernig ákvarðanar teknir á sveitarfélagsstigi eða á landinu. Vitundavakning, notkun stafræna miðla, hvernig hægt að fá fólk til að taka þátt á netinu, námskeið, fundir, ráðstefnur. Þessi verkefni geta bæði verið fjölþjóðleg eða eingöngu innanlandsverkefni og það samtök sem geta sótt þennan styrkjaflokk og líka ungmennahópur. Styrkupphæðirnar hér og byggist á þessum einingum. Fyrir verkefnastjórnin hægt að fá 500 € á mánuði fyrir undirbúning, framkvæmd, mat og kynningu á verkefninu. Það hægt að fá styrk fyrir leiðbeinanda í mest 12 daga og svo styrkur vegna inngildingar 100% raunkostnaður fyrir þá sem að taka þátt í verkefninu og skipuleggja það sem á að gera í verkefninu. Ef þið ætlið að skipuleggja viðburði þá fæst 100 € á hvern þátttakanda sem tekur þátt í viðburðum og svo það styrkur vegna ferðalaga, samgöngustyrkur eða einingakostnaður vegna ferðalaga og svo ef það mjög dýr ferðakostnaður þá fáið þið 80% af raunkostnaði ferðalagsins, 45 € á einstakling á dag sem að taka þátt í viðburði og 100 € á þáttakanda vegna inngildingar eða þess starf. Já, og þá förum við í European Solidarity Corps sem sjálfboðaliða áætlunin og hérna ætla ég að segja ykkur aðeins frá sjálfboðaliða verkefnunum fyrir samtök sem ætla að vera með sjálfboðaliða hjá sér eða senda sjálfboðaliða til Evrópu að þá þarf gæðavottun. Og það kannski helsti munurinn að það hægt að sækja gæðavottun fyrir samtök sem taka á móti einstaklingum en sækja ekki fjármagn. En svo hægt að sækja líka fjármagn og þá þarf að sækja það sem kallað Quality Label for Lead Organization og það bara þau samtök sem sækja fjármagnir. En sjálfboðaliða verkefnin almennt fyrir einstaklinga á aldrinum 18 til 30 ára. Það hægt að vera sjálfboðaliði í 2 vikur til 12 mánuði og 2 vikur til 2 mánuði í boði fyrir þá einstaklingar sem þurfa einhvers konar stuðning. En almennt standa sjálfboðaliða störfin yfir í 2 til 12 mánuði. Það einnig hægt að taka þátt í svona sjálfboðaliða verkefnum þar sem hópar og þetta áfram 18 til 30 ára ungmenni og þessi verkefni standi yfir í 2 vikur til 2 mánuði og hópurinn þarf að samanstanda af 5 upp í 40 manns og þá þurfa 3/4, þetta innanlandsverkefni og þá þurfa 3/4 að vera með lögheimili í landinu þar sem verkefni fer fram og 1/4 þarf að koma að utan. Það hægt að sækja styrk fyrir hliðarverkefni sem kallað Complementary Activities og þetta svona verkefni sem samtökin vinna í samstarfi við sjálfboðaliðunum til þess að auka gildi, áhrif og sýnileika
verkefnisins og sjálfboðaliða starfa almennt í áætluninni. Það hægt að sækja styrk fyrir undirbúningsheimsókn, en þetta svona undirbúningsheimsókn fyrir sjálfboðaliða verkefni hugsuð til þess að fara og skoða staðinn, mynda betri tengsl í samtökin á milli sendisamtaka og samtaka sem taka á móti sjálfboðaliða sem þarf meiri stuðning. Markmið með sjálfboðaliða verkefnum að auka þátttöku ungs fólks, bara almennt, bæði borgaralega og lýðræðislega, auka samstöðu, en samstæða hugtaki sem við notum yfir Solidarity, sem hluti af nafni áætlunarinnar, og markmiðið einnig að auka víðsýni þeirra sem taka þátt og persónulega og faglega þróun ungs fólks. Innan áætlunar einnig hægt að sækja innanlandsverkefni sem við kallum samfélagsverkefni og heita á ensku Solidarity Projects. Og þetta frumkvæðisverkefni ungs fólks, þar sem þau taka sér saman 5 á aldrinum 18 til 30 ára og fylgja eftir hugmynd, umsókn og framkvæmd á verkefninu sínu. Þetta 2 til 12 mánaða verkefni og það með við gengið í dag að þá hægt að fá 150.000 krónur til 900.000 krónur í styrk fyrir þetta verkefni. Markmiðið með þessum verkefnum að koma á jákvæðum breytingum í nærsamfélaginu eða fyrir einhvern ákveðinn hóp, láta gott að sér leiða, mæta einhverju þörf sem hefur skapast og gera eitthvað fyrir aðra. Það sem þau verkefni sem eru í gangi í tengsli við þetta, til dæmis núna á Íslandi, að það verið að búa til geðræktarapp fyrir snjallsíma, til þess að sem með leiðbeiningum og æfingum til þess að huga geðrækt, og svo verkefni sem heitir Talbólan sem leiðtogaþjálfun í að gera fólk að lóðsurum sem eru stjórnendur umræða ákveðin málefni sem þeim eru hugleikin, og svo væri til dæmis hægt að sækja til að búa til skatepark eða jafnvel vera með matreiðsluklúbb reglulega í tengslu við að auka félagsfærni ungs fólks, að kynna þeim fyrir fjölbreytta matagerðarlist og svoleiðis, þannig að það fjölbreytt verkefni í boði sem hægt að vinna út frá þessum styrkjum. Já, við ætlum að kynna fyrir ykkur app sem heitir Quality Mobility App og það mjög sniðugt tæki til þess að nýta sér þegar maður að fara að skipuleggja verkefni. Og appið svona þríþætt, það annars eða fyrst það hægt að meta gæðin í verkefnunum sem þú þegar skipulagt áður. Nú þið getur búið til gæðaverkefni frá byrjun og nota það þegar þú sækir styrki og síðan fullt af praktísku efni að þið viljið kafa dýpra ofan í hluti. Mjög sniðugt tæki til þess að nýta sér skipulagningu verkefna. Ásamt því sem hefur komið fram hér ofan að þá getur hægt að sækja sérstök námskeið sem ekki eru tengd ákveðnum umsóknarfrestum, heldur þegar þau eru auglýst. Þetta eru námskeið sem haldin í tengslum við Saltó, sem þjónustumiðstöð í alls konar þjálfun í Evrópu. Þetta eru námskeið sem ætluð fyrir starfsfólk og sjálfboðaliða innan æskulýðsgeirans til þess að sækja sér faglega þekkingu á áætluninni og auka persónulega færni. Landsskrifstofan endurgreiðir 90% af ferðakostnaði. Nú í seinni tíð hafa einnig verið haldin online námskeið, vefnámskeið sem hafa gengið býsna vel og við hvetjum ykkur eindregið þess að kynna ykkur og fylgjast með því sem í boði í þessum hluta. Þá komið að lokum hérna hjá okkur. Umsóknarfrestir í áætlun Erasmus Plus áætluninu eru núna 11. maí og 5. október.
fyrir klukkan 10 á íslenskum tíma og umsóknarfrestur í European Solidarity Corps eru 28. maí og 5. október og eins gefur að skilja klukkan 10 líka. Þarna bendum ykkur á heimasíðuna okkar sem við hvetjum ykkur eindregið til að skoða og einnig eru þarna netföngin okkar sem og þið hikið ekki við að hafa samband ef ykkur vantar aðstoð á hvaða tagi sem er.